Og nú það verkefni 3 og það gengur út á það að vera að pressa lok á þessar málningadósir hérna. 4 strokkur og þau farið að tala sinn indirectly aðferð sem óbein ég útskýra það fyrir ykkur eftir og svo framvegis að svo sem ekkert merkilegt að verið að segja frá reilum hérna þetta þekkið þið alveg hvernig svona segulspólar og reilið virka. Þetta eitthvað útfærslur á merkingum sem þið þekkið líka og hér tekník sem á klára, kíkja aðeins á það. Þetta gengur sem sagt út á það að það verið að nota aðferð sem að þið munið þurfa að nota hvað þetta annað í þessum verkefni framvegis. Að það verið að nota þetta þannig að hnappurinn inn á relay og snertan í relayinu kveikir hérna á segulspólunni í lokanum. Í staðan fyrir að þessi hnappur sé bara beint hér og þá eftir að þetta kveikir á relay og relay kveikir á þessu. Það þessi indirekt eða óbeina virkni. Þið getið klárað þetta verkefni núna. Þetta verkefni 3.